Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við viljum að ræða velferð barna, mikilvægi þess að við sýnum aðgát í nærveru sálar, svo maður vitni nú í skáldið. Við ætlum að ræða líka misskiptingu, stéttaskiptingu eftir efnahag, kemur að íþróttum og tómstundum. Þetta eru mál sem hafa verið töluvert til umræðu undanfarið. Hún er komin hingað frá Barnaheillum, Tóklegi Sæmundsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Er það ekki mikilvægt að við ræðum hag barna því þau sjálf náttúrulega hafa veika rödd og litla? Jú, það í rauninni starfið mitt sem slíkt að reyna að lyfta upp röddum barna. En að því sögðu þá finnst mér gríðarlega mikilvægt að þau séu líka kölluð að borðinu og þau fái tækifæri til að tjá sig sína velferð. Já. Þannig að mér finnst oft þessi, bara í rauninni að kalla börnin að þegar við erum sérstaklega að ræða þeirra málefni, gleymist oft. Ég stundum því ég boðið á alls konar fundi og ráð og svona, það er alltaf fyrsta spurningi mín er ekki örugglega barn í hópnum eða ungmenni sem getur tjáð sig það sem er að gerast? Já, þannig að okkar umræða núna hefur verið betri að það sætu líka börn. Já, ég myndi segja það sko. Það svolítið snúið samt siðferðislega að maður þarf leyfi hjá foreldrum. Núna erum við að taka upp á skólatíma, þannig að en ég er algjörlega sammála þessu að ég til dæmis gerði fréttaskýringu svipað mál og sjónvarpið í fréttablaðinu fyrir nokkrum árum. Svipað mál og sjónvarpið fjallaði þetta eins sem var mismunun eftir í tómstundum og íþróttum eftir efnahag. Og það endaði þannig að ég vitnaði bara nafnlaust í börn og foreldrar barna sem höfðu ekki efni á starfi vegna þess að mér fannst að annað yrði of viðkvæmt og afhjúpandi. Þannig að þetta stundum ekki einfalt. Nei, það er það ekki. Og þetta náttúrulega líka spurningum eins og þú ert að gera þarna og það vitna í að safna sögum barna og röddum barna. En það líka hægt að kannski fara fram hjá þessu að einhverju leiti með að hafa samband við börn eða ungmenni sem eru kannski ekki í lagalegri skilgreiningu en þá börn. Það styttra síðan þau upplifðu þennan raunveruleika og geta kannski vísað í sína reynslu. Mér finnst allt of mikið það að við sitjum kannski 40 og upp í 70 jafnvel að ræða málefni barna og erum kannski að vitna í einhvern allt annan raunveruleika heldur staðan í dag. Ég er ekki að alast upp í sama samfélagi og börnin mín eru að alast upp í. Bara langt því frá. Og að maður skulle leyfa sér að álykta að maður þekki eitthvað veröldina þeirra. Já, nei, það er útrúlega merkilegt. Ég var til dæmis á fundi hjá forseta Íslands í seinustu viku, þar sem við vorum að ræða börn og símanotkun. Og þetta var, þar voru til dæmis fulltrúar ungmenna á svæðinu. En mér fannst þetta ótrúlega áhugavert að því að ég er náttúrulega með alls konar skoðanir og svo er ég með alls konar rannsóknir og hef í rauninni, kannski eitthvað grundvöll til að ræða þetta. En fyrsta spurningin mér var samt að horfa á 11 ára barnið mitt og 10 ára barnið mitt og spyrja, segðu mér, hvernig upplifir þú þetta? Ef þú væri með rödd við þetta borð, hvað myndir þú segja? Já, einmitt. Þetta góð brýning, gott að fá þessi sjónarmið frá þér. Við erum hér í hlutverki nemandans á hverjum degi og eigum að reyna að læra frá degi til dags. Eigum að byrja á því að afgreiða aðeins allan þennan sársauka sem hefur orðið í kringum vegna ummæla Snorra. Ég skrifaði nú sjálfur status á Facebook í gær þar sem ég sagði ef ekki bara hætt að tala Snorra, þannig að nú er ég ósamkvæmur sjálfur mér að ég leggi það á borðið. En það er alveg ljóst það ekki að samanber viðtal sem ég tók við foreldra transbarns fyrir norðan í síðustu viku. Það er ljóst að það hefur orðið til heilmikil vanlíðan og það er náttúrulega ekki nógu gott og það skiptir náttúrulega ansi miklu máli að kjörnir fulltrúar þeir gæti ábyrgðar sinnar.
Já, þau þurfum náttúrulega sérstaklega að gæta orða sinna og þarna að ræða eitt viðkomasta hóp samfélagsins sem hefur verið einhvern veginn að henda í einhvern almenningsdómstól hvort að þau tilveru rétt eða ekki. Það niðurstaðan í rauninni, upplifi ég úr þessu samtali, að það fer að stað umræða hvað mörg kyn og þá rauninni verið að útiloka hóp úr samfélaginu okkar sem hefur lögbundin rétt. Við erum búin að vera með kynrænt sjálfræði síðan 2019. Við erum með 3. kynskráninguna. Þetta ekki vafamál. En þetta einhvern veginn setur einhvern veginn réttlætir stöðu með á móti, eins og það hafi eitthvað vægi að fólk út í bæ geti haft skoðanir á tilveru rétt annars hóps. Já. Snorri stilti líka þannig upp með því að nota hugmyndafræði, þá hann að segja þetta persónuleg skoðun sem hann megi bara hafa. Já, það einmitt það sem hann gerði þarna og ég veit að fólk upplifir, þetta samt svo áhugavert, af því að við lifum öll í okkar búblum. Við lifum öll í okkar samfélagsbúblum og í minni búblu til dæmis, þá var alveg skýrt að fólk var reitt og sárt og frústrerað yfir því að við sitjum hérna ennþá 2025 að rökræða hvort að einstaklingar í samfélagi okkar séu yfir höfuð til. En svo vann ég lengi hjá Samtökunum 78 og þá var maður að skoða aðrar búblur og að skoða hvernig orðaðin þar. Og þar upplifir fólk algjörlega staðfestingu á því að þetta sé bara rugl. Þannig að við erum einhvern veginn, þegar við stillum upp svona vettfangi, þá erum við að ýta fólki á sig einhvern jaðarinn og lengra í sundur, upplifi ég. Þegar maður skoðar þessi samfélög í rauninni og við einangrumst rosa mikið í okkar skoðanarsyskinum og heyrum í rauninni bara frá þeim. En já, mín megin og í þeim samtölum sem ég hef átt við fólk undanfarna viku, þá sjálfsögðu sársauki og ég hvet bara alla sem eiga sárt að binda vegna ummæla eða orðræðu sem átt sér stað sem var virkilega ljót. Þetta nú, það var erfitt að fylgjast með þessu. Hveti fólk til þess að leita ráðgjafar hjá Samtökunum 78. Þar hópur til að grípa. En þannig ég myndi segja að þetta svona verið að ýta fólki kannski ennþá lengra í sundur. Þessi uppstilling þannig í Kastljósi, þú vilt kannski ekki tjá þig það, en margir sem að tala um að þetta sé svona mjög gamaldags. Þetta við höfum verið að fá nýja birtingamynd af svona 30-40 ára einvígi Gunnar í Krossinu með Snorra í Betel og svo einhver samkynhneigður og svolítið eins og sirkusatriði. Já, ég meina, ef þú skoðar bara aðra jaðarhópa, hvernig væri öðrum jaðarhópum stillt upp sem meðið á móti? Hvað að tala hérna? Væri fatlaðir einstaklingar settir í Kastljós til þess að ræða hvort að þau rétt á þjónustu og þá var einhver sem var á mótfallin því á móti eða þegar við erum að tala bara, ég veit það ekki, þú veist að tala trúarbrögð og andstæður eða menningarhópa eða fólk að erlendum uppruna eða þú veist bara hvað sem þú ert að skoða. Mundirðu sjá þessa uppstillingu ykkur annars þar? Bara hérna ertu með innflytjanda og nýnasista. Rökræðið. Þetta skrítið, þetta skrítin uppstilling, upplifi ég. Og þetta rauninni eitthvað sem við höfum sem hinsegin fólk alltaf þurft að standa fyrir. Og móti. Það ekki endilega sjálfgefið að Samtökin 78 taki oftar þátt í einhverjum svona uppákomum eða hvað? Nei, en kannski upplifin að sé komin orðan þá ljót að fólk upplifir að það þurfi að svara henni og ég skil það mjög vel að það alltaf þrýstingur í samfélaginu líka að það sé einhver skilan á milli að það sé að svona sé ekki látið ótalið eða það sé einhver til að taka upp hanskan fyrir því og svara þannig að ég skil vel að það sé upplifin fólks og það vilja einhver svari þessu rugli sem að einhvern veginn að starfsmaður þjóðarinnar
láti út úr sér í almenningsrými. Það ekki óðurlegt. Ég vitnaði til þín í síðustu viku. Við vorum hérna að fara yfir fréttir dagsins. Já. Það hafi ekki verið var á miðvikudagsskvöld eða fimmtudagsskvöld síðustu viku, ég man ekki hvort það var. Og þá hafði Facebook-vinur minn sendt mér skjáskot af því þar sem að þú hafi blandað þér í umræðu hótununa sem að Snorri var fyrir og það sem sagt við erum að tala frekar unga mannesku og getur aðeins farið yfir samhengi hótunarinnar og hvað þú bentir á í þeirri umræðu. Já, bara til að byrja með þá vil ég bara þessi algjörlega skýrt að allar hótanir eru óásættanlegar og allt sem hægt að túlka sem hótanir er óásættanlegt og ofbeldi aldrei réttlætanlegt á neinum stað. Nei. Og það var eitt af því fyrsta sem ég segi í þessari umræðu og ég veit að fólki mitt í hinsegin baráttunni þekki það mjög vel að vera hóta af ofbeldi og árásum og ég hef alltaf samúð með því. En það sem ég benti á þarna var að þetta var ungur einstaklingur með innslag á TikTok þar sem að sá einstaklingur er með lélegt grín og það er eins og ég hef sagt áður aldrei ásættanlegt sem sá einstaklingur tók niður og baðst afsökunar setti inn nýjan post þar sem að sá einstaklingur baðst afsökunar á því sem hann hafði gert. Hún verður á að birta heimilisfangið? Nei, ekki sá einstaklingur en það svar við pósturum í kommentum. Já. Og það náttúrulega, ég fagna því að lögreglan taki allt slíkt alvarlega. En inn í þessu samhengi þá kannski leiti þetta nema það sé einhver upplýsingar sem ég hafi ekki, það náttúrulega þetta bara það sem ég hef séð af umræðum og samfélagsmiðlum, þannig að ég í rauninni hef ekki meiri upplýsingar. En ef þetta var ástæðan fyrir inngripi sérsveitarnar þá bara fagna ég því að það sé ný og betri stefna hjá ríkislögreglustjóra þegar kemur að hótunum ofbeldi. Já. eins og til dæmis Helgi Seljan kallaði eftir þá bara jafnræði á öllum sviðum. Já, við erum að sjá þessi mál þar sem er verið að sitja fólk og við sjáum ekki þessi sömu viðbrögð. Nei, en þarna samkvæmt þínum upplýsingum ekki svona valdamikinn stórhættulegan einstaklinga ræða með mikla sögu, heldur meira svona kannski grín sem fer á ákveðnum böndum. Já, þetta fer unga mannesku. Já. Þannig að þetta er líka eins og ég var kannski að benda á þessum pósti eða þessu svari á samfélagsmiðlum, þá var ég að benda á að þetta væri dæmi sem við ættum að taka með börnum og ungmennum hvernig grín sem átt að vera grín getur litið út á netinu. Og við þurfum að taka mjög vel utan þennan hóp sem er kannski einmitt að elst upp í samfélagsmiðla en átta sig kannski ekki ofta á alvarleika orða sinna eða hvernig það kemur fram. Og þarna fyrir líka kannski kalla eftir samfélagsumræðu vikunar að við sem fullorðið fólk bærum ábyrgð á því hvernig við tölum og við eigum auðvitað að vera fyrirmyndir. Fyrirmyndir þessa unga fólks þessa vikuna var mjög hræðileg á samfélagsmiðlum. Þannig að það er kannski meira kalla eftir því að við syngdum betra fordæmi. Sú vísa er aldrei oft kveðin. Við skulum setja komu við þennan þáttu umræðunar. Mér langar að spyrja þig, hve mörg börn á Íslandi búa við fátækt? Já, einmitt. Það er góð spurning. Samkvæmt þessum seinustu tölum sem ég sá skýrslu Barnaheilla og UNICEF þá er þetta í kringum 10% sem býr við fátækt á Íslandi. Í velferðarríkinu. Það er smjör drýpur á hverju strái. Já, það er ömurlegt. Og misskiptingin er allt of stór á Íslandi í miðað við einmitt eins og þú segir velmögunar samfélagi sem við búum í. Sko það hefur síðust að verið umræðum jöfnuð og efnahagslega stéttaskiptingu. Enn er því fólk sem að grípur andan á lofti og áttar sig ekki á því með íþróttastarf, boltaíþróttir ekki síst og tónstundastarf, tónlistarskólana sem eru meira og minna fullir af krökkum, velstæðra barna, meira og minna mestmegnis
á meðan maður saknar hinna barnana. Hvar eru við í þessu jafnaðarlega tilliti? Við erum á slæmum stað. Við sjáum til dæmis hærri tölur hjá börnum þegar við skoðum fátækt á heimsvísu. Þá stöndum við, eins ömurlegt og það hljómar, þá stöndum við frekar vel í miðað við aðra þjóðir. En þegar kemur að þáttöku í tómstunda og íþróttastarf, þá erum við miklu lægra á listanum. Og mér finnst það út af fyrir sig áhugavert að skoða. Þannig að sko er þá svo mismununar tala hærri en 10%? Já. Og þú veist, tala þeirra barna sem stunda reglulega tómstundir og íþróttir er mun lægri heldur en í rauninni ætti að gefa til kynna í hvernig samfélagi við búum í. Ég skil. En þegar við fyrir að skoða það, þá er náttúrulega kostnaðurinn við íþróttir og tómstundir á Íslandi er gríðarlega hár. Það er verið að reyna að koma til móts við fólk með fyrirstundastyrkjum og öðru slíku, en það er náttúrulega, og við sáum í rauninni til dæmis það var eitt af viðbröðum í COVID var til dæmis að hækka það framlag til barna og fjölskyldna, en sko við erum á þeim stað að það er alltaf mismunandi eftir sveitarfélögum hversu hár styrkurinn er og hvað er þetta að nýta mikið, en þetta er klárlega ekki nóg. Nei, þetta er bara rétt upp í nös og ketti. Já, það er það. Og þetta er í rauninni nóg fyrir niðurgreiðslu á kannski frístund eftir skóla og flest vinnandi fólk þarf að nýta sér frístund. Það er ekki fáar sem geta verið kominir heim til sín klukkan 20:02 á hverjum degi. En þetta í rauninni nær bara rétt niður í niðurgreiðslu á því mánaðarlega. En svo við skoðum tómstundir, við skoðum bara íþróttirnar eða tónlistarnám eða eitthvað slíkt, þá er það náttúrulega margfalt svo kostnaður. Og fyrir utan, þú veist, þó við skoðum bara grunngjöldin, við finnst við oft svolítið föst þar, skoða bara grunngjöldin, hvað kostar að borga ára fótbolta, en sko kostnaður við allt annað. Nú á ég 2 börn sem eru í tönnum íþróttum og tónlistarnámi. Þetta er gríðarlegu kostnaður sem er líka bætist ofan á allt annað. Þú veist, það eru mótin og það eru ferðirnar og það er hljóðfærin og það eru umhirðaðum hljóðfærin og bækur og þetta er þessi pakki er svo margfalt meiri heldur en að kannski þessa grunntölu segja til ofan á allt annað. Mjög mikil falin kostnaður sem ekki kemur fram. Já, það er það. Og svo er hættan að börn efnalítilla foreldra bara fái samviskubiti yfir því að vera að íþyngja fjárhag heimilisins með því að þó stunda þetta og bara kasti sjálf inn handklæðin og segja að ég er bara hugsa að hætta því þessu. Ekki vegna þess að það langi ekki til þess að halda áfram heldur bara, maður hefur heyrt svo leiðsögur. Já, bara heldur betur. Mjög sorglegt. Já, það er það og þetta er svo mikil partur af samfélaginu. Þetta er svo mikil hluti af öllu félagslegu starfi og í rauninni ítir undir einangrun barna sem eru kannski verr stödd oft heldur en önnur börn. Virkni er lykillinn að góðri framtíð, er það ekki? Já, þannig ég myndi segja að það væri mikið ágefni og mér finnst þetta ekki vera að koma nú á móti þessum fjölskyldum sem, ef þú velur hvort þú átt að borða eða hvort að barnið er að fara í þetta er ekki aðstæða sem vil setja neitt í. Nei. Sumir segja líka að frístundastyrkurinn sé orðin svona alibæ, komið í veg fyrir þessa umræðu nú bara, þú veist, þegar við erum með frístundastyrk, bara punktur. Og það er kannski eitthvað til í því. Já, mér finnst þú oft hanga mjög mikið í þessu útspili að þetta sé í rauninni það sem að eigi að bjarga þessu, en það er bara ekki þannig. Frístundastyrkurinn í Reykjavík er held ég 75.000 krónur, minnum mig, og frístund er 20.000 á mánuði. Þannig að bara að þú sér bara það, þá dugar þetta ekki fyrir fyrir hvað, þetta er rúmið 20.000, þetta er örugglega 3 mánuðir eða eitthvað, sem það myndi virka, ef ég bara hugsa þetta, ég er ekki búin að reikna þetta út, en svona cirka bát. Og við vitum líka alveg að þegar að fólk þarf að velja
hvað þá að gera fyrir börnin. Þá til dæmis í þessu dæmi þá þarftu frístundina til þess að þú getur bara haldið heilum vinnudegi. Og þannig til dæmis einstæði foreldrar að koma sérstaklega illa út. Og við séum þetta ítrekkað, þú veist, þeir sem leita aðstoðar hjá sveitafélögunum með vilt einstæða mæður, það er langhæsti parturinn. Og til þess að þær geti sinnt bara vinnudegi, þá þarftu þennan tíma fram til 4:30 eða eitthvað. En að setja ofan á það einhvern kostnað við fótbolta eða þú veist, sund eða fimleika eða dans eða hvað sem það er eða tónlistanám, það gengur bara ekki upp, reiknistæmi gengur ekki upp. Nei. Það kom líka á daginn, svo ég vitni nú til þessara gömlu rannsóknar minnar á þessum málum sem birtst í Fréttablaðinu fyrir einhverjum 4 árum og líka ánægjuleg tíðindi sem komið fram. Ég ræddi við forráðamenn félaga sem að virtist vera mikil samfélagslega ábyrgð og þau sögðu við látum það aldrei koma fyrir ef barn langar til þess að stunda það sem við höfum upp á að bjóða að barni geti það ekki og sem sagt félagsgjöldin á einhverjum stöðum voru aldrei hærri enn sem nam frístundastyrknum. Þannig að sko það virðist líka svolítið mismunandi hve mikla samfélagslega ábyrgð svona íþróttahreyfingar og félög sína í þessum efnum en sumt svona sýnir manni að þetta gamla hjarta að allir eiga að fá að taka þátt, það slær enn. En sko er ekki einn hópur sem er mjög fellur mjög á milli skips og bryggju sem eru börn nýrra Íslendinga, innflytjenda? Jú, það heldur betur. Það er hópur sem virðist oft bara vera algjörlega út undan og oft erfitt að ná til. Upplýsingagjöfin er ofta ekki upp á mikla fiska til þessa hóps. Það er oft sendur út texti einungis á íslensku sem er miðaður af foreldrum. Já, þannig ég myndi segja sko ofan á gapið sem er að þau eru enn ólíklegri til þess að eiga möguleika fjárhagslega að taka þátt í þessu. Það var líka annað skref, önnur hindrun sem er upplýsingagjöf og hvernig maður sækir til þessa hóps. Já. Ef við hundsum þennan hóp, ef við sinnum ekki þörfum þessa hóps, þá gæti það ýtt undir líkur á félagslegum vandamálum í framtíðinni og frávikahegðun sem meðal annars gæti brotist út í neikvæðum hlutum, ekki satt. Þetta er sannarlega mál sem að þarf að halda þétt utanum. Jú, heldur betur og líka bara einmitt þess að segja með bara inngildingu í samfélagið, að vera hluti að samfélaginu, að eignast vini og mynda tengsl gerist mikið hjá íþróttahreyfingunni eða í tómstundum. Þetta fyrir utan skólastarf í rauninni og já, við höfum séð náttúrulega áhættuhegðun minnka þegar að krakkar eru í virki tómstundum og í rauninni mynda miklu heilstæðari nálgun inn í samfélagi sem slíkt. Það sé svona lykilatriði. Við erum alltaf að finna út í hvernig við getum tekið betur utan með þennan hóp og ég myndi segja að þetta væri klárlega eitt af þeim atriðum sem við ættum að fókusera á. Já. Það til einhvers staðar, það er flestum börnum mikilvægt. Já, ég tala mikið fyrir þessu til dæmis í hóp þeirra umsækjenda alþjóðlega vernd að núna er staðan til þeim svo að þau fá ekki taka þátt í frístund, leikskólastarfi, tómstundum. Að þau eru standa algjörlega fyrir utan samfélagið í tengslum. Og við höfum svolítið verið að rökra þetta með sko þeir sem eru tímabundi á landinu, þeir sem eru komin með eru stöðu flóttamanns, að það sé svo mikil mismunurinn í gangi þar. Og ég held að bara að það sé algjörlega skýrt að barn er alltaf fyrir bestu, jafnvel þó að sé tímabundið að vera hluta samfélagi. Taka þátt í samfélaginu. Maður aðeins að velta það fyrir sér sko, hver er að tala fyrir hag þessa hóps í dag. Við erum með ríkisstjórn sem að sko er svona miðstjórn einhvern veginn.
Við erum með stjórnmálahreyfingar sem ekki hafa náð inn þingfólki núna, eins og VG, Píratar, sósíalistar náðu ekki manni inn. Og það er svona maður aðeins að velta fyrir sig hver að tala fyrir hagsmunum svona þeirra efnahagslega jaðarsettu og þeirra sem eru kannski brothættastir í viðkvæmustu fjárhagsstöðinni svona út frá jöfnuði. Þetta þar sem við höfum ekkert aðhald á þingi. Þá er aðkoma frjálsra félagasamtaka sem þrýstiafl. Þeim mun mikilvægra. Já. Og þetta er eitthvað sem við verðum að taka mjög alvarlega að vera aðhald að þessari ríkisstjórn. Af því að, eins og þú segir, þau hafa það ekki inn á þinginu, eins og var í raun. Já. Og seinasta kjörtímabili til dæmis. Já. Sko Flokkur fólksins talar náttúrulega fyrir svona hag þeirra sem hafa minna á milli handana. Þau eru svona meira í fullorðnu fólki. Já, það er nú hægt að segja til dæmis að þau hafi nú talað mikið um fátækt barna líka. Já. En þarf klárlega aðhald í þessum málaflokki. Já. Og það er í rauninni grundvöllurinn að allri velferð. Já. Ég meina, ef þú ert, við sjáum þetta aftur og aftur, einstaklinga sem alast upp í fátækt, eiga erfiðara uppdráttar í samfélaginu. Já. Og þetta er eitthvað sem við sjáum stundum að er bara kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð. Að þegar þú elst upp við ójöfnuð, þá áttu erfiðara í samfélaginu á seinni stigum. Þannig að, Flokkur fólksins hefur vissulega talað mikið fátækt og þar á meðal fátækt barna. En þetta er eitthvað sem við verðum klárlega að halda að stjórnvöldum. Og þessir partar eins og þessi fréttaskýring, hún kannski kveikir aðeins í fólki, en við höfum séð alls konar hluti lagast, til dæmis eins og bara tannlækningarnar fyrir börn og fríar skólamáltíðir. Þú veist, þessi hluti sem eru grunnvelferðarmál. Að börn fá að borða í skólanum, að börn fá heilbrigðisþjónustu. Núna myndi ég segja að til dæmis þessi bolti með íþrótt- og tómstundastarf er mjög mikilvægur. Þetta er eitthvað sem við verðum að vinna í til þess að skapa meiri jöfnuð í samfélaginu. Já. En þú nefndir þarna 2 mál sem eru augljós þjóðþrifamál að þínum að ekki síst skólamáltíðirnar sem að maður heyrir nú samt enn hjá hægri mönnum að hafi bara verið einhver misskilningur og vitleysa. Já, mér finnst þetta mjög áhugavert þegar að þetta er svona grunnjöfnuðarmál. Og ég skil að þeir sem eiga nóg finnst absúrt að vera ekki að borga fyrir þjónustuna af því að þau virkilega þurfa ekki á því að halda að sveitarfélögin taki þetta á sig. En ég held að þau ætti þá bara að finna aðra leiðir til að styrkja við fátækt barna. Já. Ef þau vilja taka þessa peninga og setja þau í það, þá er það bara, það getur bent alls konar leiðir. Ein hættan líka, ef við sofum frekar á verðinum, er að það verði svona enn hverfisskiptari ójöfnuður. Og það er alveg mjög dapurlegt að það eru ákveðin hverfi þar sem að þessi frístundastyrkur er minna nýttur en í öðrum hverfum og það er ekki vegna þess að fólk hafi það svo gott þar. Nei, þegar að frístundastyrkurinn dugar ekki til þess að greiða það sem þau þurfa, til þess að borga í rauninni, hvað sem það er, íþrótt eða tómstund eða hvað sem það er, þá nýtir fólk þetta bara ekki. Af því að það næri ekki upp í alla leið og ég get alveg lofa þér því líka að þetta eru staðir og hverfið þar sem að foreldrar eru ekki komnir heim klukkan 20:02 á daginn af því að þetta er yfirleitt foreldrar sem eru að vinna ofta í 1, 2, 3 vinnum. Þannig að það sem að það þarf í rauninni mest á því að halda virðist vera vannýtt. Þannig að þetta er klárlega eitthvað sem við verðum að skoða sem áhyggjuefni. Kannski í lokin Tóla
þú nefndir hérna í upphafi að þetta væri svona 10% íslenskra barna sem búa við fátækt sem við erum náttúrulega sammálum er hrikalega há tala með allar þann allar þær auðlindir sem við höfum hér og meint velferðaríki hagur barna sem að eiga foreldra sem ekki tala íslensku sem fyrsta tungumál, hann hlutfallslega verri heldur en hagur barna sem eiga foreldra sem tala íslensku sem fyrsta tungumál? Sko, ég myndi áætla það, já. En því ég að hugsa til dæmis í rannsóknina, þá man ég ekki eftir þessari niðurnjörfun. Nei, hún kannski ekkit gagleg heldur. Nei, en minna þetta eins og ég segi, þú veist, þetta hópur sem við höfum oft ágjör af og býr oft mun meiri einangrun heldur en íslensku mælandi börn. Já. Þannig að ég myndi klárlega áætla það á þess að geta vísað í það beint í þessari rannsókn, eða þessum 2 rannsóknum sem voru gefnar út fyrir 2 árum síðan cirka bát. Já. En það augljóslega hagur okkar allra að fókusera á ekki síst hlutskipti þessa hóps. Öll börn. Já. Öll börn eiga skilið að alast upp í samfélagi það sem tekið utan þau og þeirra þarfir. Já. Og við erum hluti af til dæmis barnasáttmálanum. Já. Það sem að þetta einn af þeim pörtum sem lögð áherslu á. Þannig að já, við þurfum að taka miklu betur utan fátæk börn, hvort sem þau eru íslensku með erlendum uppruna. Já. Við þurfum að tryggja réttara til í rauninni samfélagsþáttöku, ef ég orða það almennt. Já, öll börn á Íslandi eru okkar börn. Já, heldur betur. Já, því að maður stundum finnst manni að vanti aðeins upp á þennan skilning. Já, við erum mjög dugleg að flokka börn og leið og við setjum þau undir einhverja flokka eða tölfræði, þá kemur einhver svona þá hættu þau að vera mennsk. Þá þetta tölur á blaði og fólk ákveður að einhver hópur sé réttari heldur en annar. Og þetta er hvað ég segja, þetta er einhvern veginn svona ómannesku fæðing. Þetta er svona já, leið og kom með einhvern stimpil fyrir framan. Alveg sama hvað það Þá ertu með ákveðnar hugmyndir þennan hóp. Hvort sem það börn á erlendum uppruna, hvort sem það eru umsækjendur eða fötlubörn eða hinsegin börn eða það kemur, þá eru einhvern veginn strax búin að fjarlæga þau frá okkur. Já. En þetta allt börn sem hafa þarfir sem við ættum sem samfélag að tryggja að séu uppfylltar. Verk að vinna. Já, heldur betur. Það nóg að taka, sko. Það nóg að taka. Kæra þakkir fyrir komuna, Tóklaði Sæmundsdóttir. Takk fyrir mig. Og þar með dagskránin lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við verðum aftur í loftinu í beinni útsendingu klukkan 8 á morgun. Eins og oft áður vil ég minna á það að það eru til margar leiðir til að styrkja samstöðuna. Ein að senda tölvupóst á samstöðin@samstöðin.is og óska þar eftir því að komast á lista þeirra sem styrkja samstöðina mánaðarlega með hófstilltu framlagi aðeins 2.750 krónur, lágmarksstuðningur á mánuði. Önnur leið að fara inn á vefsíðu samstöðurinnar, samstöðin.is, skrolla niður, finna hnapp sem að stendur á áskrift og haka þar við þessa skuldbindingu sem getur haft mjög mikið með það að segja hvernig við döfnum eða hvort við döfnum í ykkar þáu. Nú, ég vil þakka öllum viðmælendum, tæknifólki og öðru samstarfsfólki hér fyrir þennan dag sem og aðra daga en einkum þó ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að fylgjast með og standa með okkur. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.